Velkomin í fyrsta félagstur í Vegfarandinn 2 voru 2026 en við ætlum að halda áfram að vefforrita núna og flest þau sem eru mætt hérna í dag, sem er bara álitlegur og góður hópur, eru búin með Vegfarandinn 1 en nokkrir sem ekki eru búnir. En þetta er bara lógískt framhald af Vegfarandinn 1. Þannig að við erum bara eins og við höfum klárað Vegfarandinn 1 í gær og byrjum aftur í dag hér. Og það sem við erum að gera í framhaldi af þessu er í raun að við kunnum núna HTML, CSS og JavaScript, svona þessa veftækni sem allt annað byggir á og vitum hvað framhendi er og vitum hvernig við vinnum þar. En við ætlum núna að fara að skrifa bakendavirkni og við ætlum að skoða svona almenn hugtök, pælingar og svona bara hvernig við gerum bakenda, en við ætlum að nota síðan Node.js sem bara svona konkrét verkfæri til þess að skrifa þetta. Og við ætlum að fara yfir svona framenda framework og library og einblína á React. Þessi kúrs er svona reynir að vera alveg rosalega praktískur, byggir á verkefni sem við förum yfir hérna, byggja öll á einhverju sem ég hef verið að vinna við og ég reyna að draga inn svona eitthvað svona almenn verkefni sem maður tekst á ef maður er að vinna í þessu. Node.js og þessi JavaScript heimur og TypeScript er mest notaður hérna heima, þannig að þetta er líka praktískt að því leyti að þetta eigi að hjálpa ykkur við að finna vinnu í þessum bransa eða geta svara fyrir og sagt já, ég veit hvernig vefforritun er yfirleitt unnin á flestum vinnustöðum á Íslandi í dag. Og React er síðan mest notað af svona framhenda frameworkið á Íslandi, þannig að það er líka, þó svo að ég sé ekkert endilega sammála þessi besta eða eitthvað, að þá er það mest notað, þannig að þið fáið mest út úr því, bara svona praktískt að nota það. En þið fáið líka tækifæri í áfangunum til að fara aðeins og skoða og gera eitthvað sjálf. Þannig að ef þið hafi gengið með einhverja hugmynd í maganum að prófa þetta eða hitt, þá getið þið nýtt þennan áfanga til þess og fengið í raun borgað í einhvern. Það er að segja, þið fáið tíma hér sem þið séu notið að gera eitthvað sem ykkur langar að fikta í. Og það er alltaf bara, mér finnst það skemmtilegur og skemmtilegur eftir því sem ég gera það oftar. Þannig að það er eykst bara vægi þessi í þessum áfanga. En allt efni frá Vegfarandinn 1 sem við vorum að klára núna bara í desember er aðgengilegt og það er þá besta útgáfan af Vegfarandinn 1 sem hefur verið gefin út og allir fyrirlestrar, öll verkefni og allar sýnilausnir, þannig að þið getið alltaf rifjað það upp og farið yfir. Og síðan hef ég verið með, ég hef ekki gert neitt í henni í svona 2 ár, en ég er með svona drauga kennslubók sem fjallar HTML og CSS og aðeins bara svona hvað, alveg frá grunni. Bara markhópurinn er fólk sem hefur aldrei forritað og aldrei gert neitt en er áhugasamt vefinn. Þannig að þetta er bara mjög svipað form og hefur verið í Vegfarandinn 1 og 2 senst ár, ekkert lokapróf, svo er efnið alltaf GitHub en skilin á Canvas. Þannig að við notum í raun mjög litla yfirbyggingu frá tólunum frá háskólanum og ég nota í raun bara GitHub og Slack fyrir samskipti, en samt sem maður alltaf Canvas til að senda ykkur tilkynningar. Þannig að þið þurfið í raun bara að vita hvernig GitHub er og hvernig námsefnið er þar og svo Canvas og svo hafa aðgang að HI póstunum ykkar. Það er svona lágmarkið sem þið verðið að fylgjast með og þá ættu að vita allt sem gerist í áfangunum. En ef þið viljið gera meira, að þá getið hort á vídeón á YouTube, þá getið joina Slackið, þá getið gert það. En námsefni sem ég vísa í var tekið upp fyrir 4 árum og er að einhver leyti orðið úrelt, en ekkert það úrelt. Þar sem að það er, þar hef ég uppfært lýsingar og uppfært dæmin, en þetta ég kemst alltaf meira að því að vera eitthvað að predika yfir ykkur í fyrirlestraformi, gerir ekkert rosalega mikið því að þið horfið ekkert á það, þannig að það er það þarna samt og við getum alltaf farið yfir og gert, farið á dýptinni í ykkur ákveðnu, en það eru alltaf nemendur sem finnst gott að lesa glærur, horfa á fyrirlestra eða hlusta á eitthvað eða skoða dæmi, þannig að þá er þetta til staðar fyrir ykkur. Og síðan vísa ég líka í aukaefni sem er þá bara greinar, tutorials, kóðasöfn, eitthvað og svo ef þið viljið fara enn meira þá er ég með ítarefni sem er í raun, hei, þið eru búin að skoða þetta, eitthvað fannst það áhugavert og þið viljið fara enn frekar á dýptina. Og þið, ég mæli með að þið skoðið þetta, að þetta er það sem ég er að fara yfir. Þannig að þó svo að efnis, þið þurfið ekki að horfa á fyrirlestrina,
en skoðið hvað þetta er þú veist, já, nú er að fara að fjalla testing, ég ætla að skoða, þú veist, hérna er dæmi testing, hérna er documentationið hjá Node testing, testrunnerinn sem við ætlum að fara að skoða. Þannig að þið svona vitið, já, ok, þetta eru konseptin sem örugglega verið að fara að tala Svona geti ég keyrt þetta. Og svo ef ég fá aukastig, getið þú veist, náði dæmin og keyrtu hjá ykkur. Ok, ég get keyrt þetta hérna, ég get breytt þessu, ég get brotið þetta, ég get séð hvernig þetta virkar og ég get séð hvernig þetta hjálpar. Það er síðan það sem við erum að fara að gera í tímanum og það er síðan það sem að þið gerið í framhaldinu í verkefnunum, það sem að þið í raun nýtið þetta. Þannig að það hjálpar ykkur að vera búin að skoða og gera smá tilraunir fyrirfram. Síðan þegar við erum komin á stað, af því að þetta er verkefnavinna í þessum áfanga og langmestu tími ykkar fer í verkefni, þá getur það verið rosalega gott fyrir ykkur að vera búin að byrja á verkefninu. Bara klóna íbúið frá mér og GitHub, láta það keyra og gera það sem ykkur dettur í huga fyrstu hlutinu sem ég kannski gerði í fyrirlestri. Eða bara sjá það sem ég gerði, af því að allt sem ég vinn hér mun ég líka kommitta og setja sér, þannig að þið getið alltaf byrjað annarkvort frá verkefninu á grunni og fært inn bara eftir því sem að þið vinnið út frá því sem ég geri, eða þið getið tekið þar sem við endum í fyrirlestrum og byggt ofan á því. Þannig að þið stýrið mjög mikið ferðinni sjálf. En öll vinna sem þið vinnið áður en þið komið hingað mun hjálpa ykkur gífurlega mikið. Og ég veit að það er mikið að vera og ég veit að það eru mörg önnur verkefni og aðrir kúrsar og allt það. En svona cost-benefitið af því að eyða klukkutíma fyrir fyrirlestur versus eftir, þá myndi ég segja að benefitið á þessum klukkutíma er svona þrefalt ef þið gera það fyrir og geti komið og spurt spurninga og fengið feedback hjá mér versus að eyða þá 3 tímum í að brasa þetta sjálf deginum fyrir skil. Því að þið munið alveg lendi því að vera klára verkefni degi fyrir skil og þá er alltaf leiðilegast að lendi ég get ekki náð Postgres, það virkar ekki á tölvunni minni. Ef þið bara komist að því viku fyrir og fenguð aðstoð hjá mér eða dæmitímakennurum, þá væri þið svo miklu betur sett og þá væri þið ekki búið til stress. Þannig að þetta er líka bara svona lífsráð. Undirbúið ykkur þannig að þið séu að minnka stressi í lífi ykkar. Ekki endilega til þess að geta klára verkefninu eða eitthvað svona, bara minnka stress. Af því að þetta liggur allt fyrir. Við vitum nákvæmlega hvernig við erum að fara að skila öllum verkefnum í þessum áfanga. Já, þannig að það eru upptökur og svo hafið þið líka áfangan frá því fyrra, þar sem þið getið séð. Þetta eru mjög svipuð verkefni. Þið getið alveg skoða lausnina og hvað ég var að brasa með hópnum henni í fyrra til þess að fá eitthvað innsýn í það hvernig eru best að leysa þetta. Já, þannig að ég gerir ráð fyrir því. Þið kunnið HTML og allt sem fylgir því. Hvað eru element, semantík, aðgengi, SEO að einhverju leyti, CSS, þið vitið hvernig CSS virkar, þið vitið hvernig við vinnum með liti og texta, þið kunnið á Flexbox og Grid, þið getið sett upp basic viðmót, þið getið gert það þannig að það sé responsive. Þetta er allt bara table stakes, þetta er allt sem ég gerir ráð fyrir að þið kunnið þetta og ég ger það. Fyrsta verkefnið, þar mun ég alveg svona, ok, rifjum upp, munum við hvernig þetta er, munum við hvernig þetta var og við munum smíða þetta saman. En eftir það þá segi ég bara, og svo myndi ég nota Flexbox hér og hugsanlega gera eitthvað svona og þá bara þið viti hvað það er. Og sem ég gerir ráð fyrir því líka að þið viti hvernig JavaScript virkar, hvernig forritunarmála er, hvernig típurnar eru, hvernig gildin eru, hvernig við gerum föll, hvernig við gerum klasa svona, ekkert það mikið kannski, en við förum saman á dýftina í það að nota, svona nýrri virkni í JavaScript, en ég gerir ráð fyrir að þið viti bara hvernig gerum við fylki, hvernig eru fylkja aðferðir, hvernig eru objects og allt þetta. Bara ég gerir ráð fyrir að kunni það. Og svo gerir ég ráð fyrir að þið hafi notað NPM og getið sótt tól og getið sótt það og vísað í það í forritum hjá okkur. Þannig að ég segi, svo getið sótt þetta library til að gera þetta og þá bara gerið þið það. Og ef þið lendið í vandræðum, þá er alltaf dæmitímar og ég er alltaf til staðar. Þannig að ég mun fara hratt að því leyti, en ég fer líka almennt hratt. Þannig að þið getið líka bara alltaf sagt hérna, hæ, getur þú farið yfir þetta aftur, ég náði þessu alls ekki. Það er ekkert að því. Þannig að fyrstu vikur, núna fyrstu 2-3 vikurnar eru bara þetta, komast á stað. Fyrsta verkefni fer bara yfir þetta. Þannig að núna á eftir þá förum við bara beint í það að vinna verkefni 1 með fókus á það að gera HTML og CSS og JavaScript partinn sem er svona upprifuna parturinn í því verkefni. Og svo ef þið tókuð ekki vegforritun 1 þá endilega hafið samband við mig en þið getið líka bara sagt finnum út úr þessu. Það er líka ekkert að því.
það alveg hægt að komast í gegnum þennan áfanga á þess að skrifa mjög mikið af CSS sem yfirleitt það sem svona akkilesarhæll þeirra sem ekki hafa tekið Webflow.net. Og við ætlum að nota Git bara í allt, þannig að ég með allt í Git og GitHub hjá mér og við munum bara gera öll verkefni á GitHub og ég mun vinna allt á GitHub og ég mun committa öllu og ég mun senda á ykkur repo þar sem að þið sjáu bara það sem ég búin að vera að vinna. Og þið munið gera það sama, þið munið vinna öll eitthvað verkefni frá með verkefni 1 á GitHub og þið munið skila þar og bara vinna það. Og síðan þegar við fyrir í hópverkefni þá vinnið þið bara algjörlega saman þar. Að það bara þannig að þó svo að það sé ekki alltaf GitHub, það líka GitLab og eitthvað svona önnur svona tól sem notað í kringum þetta. Þetta bara verkfællið sem notað í langmest af hugbúnaðarþróun á Íslandi í dag. Þannig að þið bara lærið mjög mikið á að nota þetta. Skoðum aðeins námsefnið eftir á GitHub. Þannig að svona, ef þið viljið dæla samskipti þar sem ég geti bara heyrt í mér og sagt hei, ég er að reyna þetta hérna, myndur mæla með þessu eða hinu eða bara whatever, þú veist, hvað sem ykkur dettur í hug samband við webforritun, geti alltaf senda á mig. Þetta vinnan mín og aukavinnan mín og mitt aðal áhuga málum webforritun, þannig að ég bara alltaf til í að tala það. Þá getið nota Slack. En ég mun senda tilkynningar alla, þú veist, núna eftir fyrirlesturinn í dag, þá mun ég taka allar upptökur, uploada þeim og gera það sem þarf að gera, setja inn öll verkefni og svo sendi ég ykkur tilkynningu þar sem kemur bara nákvæmlega allt fram sem fór fram í dag og ef þið komist ekki í tíman þá ætti það bara að segja ok, ég veit hvað átti sér stað í fyrirlestur í dag og ég veit til hvers ætlast af mér í þessari viku og hvaða námsefni ég þarf að fara yfir og hvaða verkefni ég á að vera að vinna í og hvaða verkefni ég á að vera að skila. Þannig að ég reyna að vera alveg súper skýr á því, þá bara vera allt mjög skipulagt. Þannig að þá bara ráðið þið svolítið hvernig þið viljið nýta það. Hvort að þið viljið horfa það eftir á, hvort þið viljið mæta í fyrirlestur, hvort þið viljið fara fyrir fyrirlestur því þið sjáu ég skil það. Þið bara gerið það sem þið viljið. Ég var bara, eina krafa mín að það sé að minnstakosti einn nemandi í stofunni. Af því að annars væri ég mjög sorglegur hérna að tala við sjálfan mig. Ég fekk nóg af því í COVID þegar það var, já. Þannig að ég bara hérna til þess að hjálpa ykkur að vera betri webforritarar. Það svona mitt aðalmarkmið. Þannig að nýtið það og þú veist, þið tapið aldrei á því að heyra í mér. Þannig að sama hversu lítið það er. Hérna öll, senastu 2 ár af Webflow 2 og 1. Þið getur skoðað það allt og það vísar í öll verkefni og alla sýnilausnir. Við erum svo 2 í viku í töflu. Við notum alla miðvikudagstíma frá 3 til 17:20, hér í Vaffer 2 í stofu 152. Við munum nota mánudagstímana þegar það eru eitthvað svona, til dæmis þegar að hópverkefni 1 þarf að líða skilum, þá munum vera auka tími í því. Ef það biðja mörg ykkar það að það sé bara eitthvað, heyrðu, það er bara, ég skila ekki neitt hvað er í gangi hérna, geturðu, þú veist, farið betur auðvitað. Þá mun ég bara segja, hei, það verður auka tími þar sem við förum betur í X, hann verður á mánudaginn. Og þá mun ég láta ykkur vita bara með góðum fyrirvara að það sé. Og síðan í lokin áfanganum, þá er þetta einstaklingsverkefni og það er, ég ætla að hafa það kröfu núna, nema þið komið og segja, ég get það ekki kynnt, að þið kynnið verkefnið ykkar. Og þá munum við nota mánudagstímana fyrir kynningar. Þannig að þetta er svona backup tími ef það er vesen eða eitthvað, við viljum að fara betur yfir eitthvað og svo fyrir kynningar í lokin. Þannig að þið verður bara, eina sem við þurfum að muna, það verður kynningar í lokin og þá ef þið eru snemma í því, þá getið þið náð miðvikudagstímaslotti ef það hentar ykkur betur. Þið eru í árekstri á mánudagum, en annars ef þið eru í árekstri á miðvikudagum og eru að hlusta á þetta, þá getið þið náð mánudagslotti. Ég mun kynna þetta allt betur í næstu viku. Og ég mun alltaf senda tilkynningar það þegar þetta er. Þannig að svo lengi sem við fylgjumst með póstunum ykkar, þá vitið þið allt sem er að fara að eiga sér staði í þessum áfanga. Já, stefna að taka flestu upp, hefur allt gengið vel fyrir utan í fyrsta skipti í svona 6 ár, þá var klikkaði í fyrra þegar ég kláraði plássið á disknum mínum og það var bara tekið upp hljóð fyrir svona 20% af einum fyrirlestri hérna. Þannig að það var mjög leiðilegt og ég lærði af því, tjekka alltaf plássið núna reglulega. Svo eru 2 dæmatímar í töflu, þeir eru ekki í töflu, ég tók bara eftir því áðan, þannig ég er búinn að senda á skrifstofuna og það er í farvegi að fá að vita hvernig það er. Og þá kemur líka hópaskipting þar sem þið munið þá sjá 1 dæmatíma í töflu sem er dæmatíminn sem ykkur er úthlutað í, en þið megið mæta í báða ef að þið viljið það og það er ekkert að. Það er ofta tíðum ekkert rosalega mörg eitthvað sem að mæta í dæmatíma, þannig að það er bara betra að dæmatímagerðan hafi einhvern til þess að tala við. Og
svo út af því að það eru 2 dæmitímar þá mun ég alltaf taka skiluverkefni, deila í 2 og útdeila þeim á dæmitímakennarana og það er ekki sama skiptingu í dæmitíma hópana sem er í töflu, þannig að þið mæti kannski til dæmitímakennar A en B fyrir yfir. Það komin 1 dæmitímakennari og ég vonast þess að fá annan dæmitímakennara á morgun, en ég mun líka láta ykkur vita nákvæmlega hvernig þetta verður allt í næstu viku. Og vonandi ef þetta leysist núna bara morgun eða hinn, að þá sendi ég bara tilkynningu og segi hei, dæmitímarnir eru komnir í töflu, þetta eru dæmitímahóparnir, þið eru öll að sjá, látið mig vita ef það hendar ekki og þá finnum við út í. Þannig að það eru engin dæmitímar í þessari viku, en það eru engin í töflu, þannig að hvort sem ekki geta mætt. Og verkefnin, þau eru 8 í heildina og byggja á raunverulegum verkefnum. Þau geta verið tímafrek og það er bara þetta, að byrja snemma er betra til þess að finna út úr í hvað er vesen, hvað er erfitt í þessu og hvernig getum við fundið leiði til þess að annarkvort komast fram hjá veseninu og bara gera það ekki að veseni, eða þá bara að vilja sleppa þið, vilja fá aðstoð við það, þú veist, bara þið þurfið að finna út úr þessu, því að það er mismunandi hvað okkur finnst erfitt. Einhverjum mun finnast það ekkert mál að vinna með Postgres, öðrum mun finnast það mjög erfitt og sem aðalega getur fundist ekkert mál að smíða vefþjónustur en öðrum getur fundist það flókið og skilja illa. Þannig að þetta er bara, við erum öll mismunandi, þannig að bara byrjiði og fáið aðstoð. Það er það sem ég er hérna aðalega til þess að gera. Og kláraði betur en fullkomið, þannig að þó svo að þið taki bara það sem ég er búin að vinna og bæti bara örlítið við það, þá munið þið alltaf fá miklu meira út úr því en að skila engu og fá 0. Af því að einhverjum eitthvað byggist bara á verkefnaskilum. Og 8 verkefni í heildina, og það eru 5 minni verkefni. Fyrsta bara setja fyrir núna eftir og við byrjum að vinna í og þeim er skilað 2 vikur seinna á 5. degi, þannig að þið hafi alltaf í raun 1 fyrirlestur þar sem við förum yfir þetta saman og við byrjum að vinna í þessu, 1 fyrirlestur þar sem að þið eru búin að hafa viku til þess að vinna í þessu og geti bara beðið aðstoð og hafið ennþá viku til stefnu og svo 1 fyrirlestur þar sem að er deginum fyrir skil, þar sem ég geti fengið aðstoð við að klára, fínisýringar og eitthvað og svo skila deginum eftir. Það er alltaf hægt að skila seinna en þá munið þið fá frádrátt sem er svona almenna reglan er að það er 1 sem er dreginn frá fyrir seinskil en ég hef ekki skrifað niður því það er meira svona loose regla af því að það getur alltaf eitthvað komið upp á. Ef þið látið ekkert heyri ykkur, þið biðið ekki frest, þið segið ekki, heyrðu, þú veist, ég gat bara því mér ekki skilað, þú veist, þá er það bara blankað reglan, þið fáið -1 en leið þið heyrið í mér þá er ekkert mála, þú veist, skiptir engum máli hvort þið skilið á 5. degi eða 7. degi, við þurfum bara að setja okkur einhver mörk og þetta er mörkin. Þau gilda 10% hvert, samtals 50%. Þið megið ræða saman, vinna þetta saman og vinna þetta hluta til saman en skrifið ykkar eigin lausn og skilið ykkar eigin lausn. Ef þið eru búin að vinna eitthvað saman og þið bara, þetta er bara besta lausn og hún er bara unnin úr þessum 2 hugum sem við 2 erum og við gátum bara ekki gert þetta aðgreint í sundur, takið það bara fram. Ég vann þetta mjög mikið með X. Miklu betra en að segja bara eitthvað, vá, mjög líka lausnir. Báðið fór 0. Já. Þannig að, og þið skrifið ykkar eigin lausnir sem mikið þau getið. Hópverkefnin, þau eru 2, gilda 20% hvort. 3-4 er viðmiðið fyrra í febrúar, þar sem við búum til vefþjónustu. Þannig að þegar voruð þið bara, það hefur verið svo í senstu ár og það hefur bara virkað mjög vel, að þið bara veljið ykkur eitthvað verkefni sem þið ætla að búa til og þið búið til vefþjónustu fyrir það. Þannig að þetta er smá svona concepting og bara vöruþróun þannig séð. Og síðan í mars, þá kemur seinna, eða seint í mars og það er frambendi ofan á þessar vefþjónustur. Þannig að þið eru bara búið til produkt. Þetta er svona eins og mini hugbúnaverkefni 1, hefur mér oft heyrst með hvernig hugbúnaverkefni hefur verið. Þannig að hvort sem þið eruð í því núna eða eruð að fara í það, þá er þetta spilar mjög vel saman. Og það hefur oft verið að einhverju hafa kannski endurnýtt hugmyndina en byggta vefþjónusturnar í Node.js, sem er mjög gott, þú veist. Það var einhvern tímann, þar sem maður var allavega að byggja vefþjónustur og það var gert í Java, Spring held ég, og svo gera í Node. Bara compare and contrast er rosalega mikið lærdómi sem þið getur dreigað því. Og svo bara gera framvinda og þá eru þið bara búið til React project sem er svona non-trivial í scope. Þetta er alveg svolítið af vinnu sem þið þurfa að leggja í þetta. Síðan er einstaklingsverkefni sem er bara algjörlega opið verkefni sem gildir alltaf 25%. Fyrir skil, þá ætlið þið bara að setjast niður og hugsa hvað þið ætlið að gera. Þið ætlið að skoða námsefni sem við erum búin að fara yfir, þið ætlið að skoða hugmyndirnar sem ég legg til, tækni, framework, eitthvað og þið ætlið bara að segja, ég
mig langar að gera svona, ég ætla að vinna mest í því hér og ég ætla að gera svona og þetta er bara til þess að þið komist á stað og þetta eru ótrúlega ódýr 5% það er svo lengi sem þið uppfyllið þessi 3 skilyrði sem ég seti í verkefninu sem er bara velja hvað þið ætla að gera skilgreina hvernig þið ætla að gera það og hvenar þið ætla að gera það þá fáið þið 10 ef þið gerir bara 20 þá fáið þið bara 2/3 af 10 þannig að þetta er mjög einfalt svo gef ég ykkur feedback á þetta feedbackið er yfirleitt þið eru svona 100% þetta er 100% meira effort en þið ættu að vera að setja í þetta þegar þið eru alltaf svo ótrúlega jákvæð þegar þið byrjið þannig að ég mun alltaf að segja scope it down og hjálpa ykkur bara við finnum því og þið takið því bara sem þið viljið og svo getið þið byrjað því daginn eftir eða 10 vikum setna, rétt fyrir skil þið ráðið 100% seinni skil er sett bara með fullbúnu verkefni og skýrslu það sem er það bara ég gerði þetta ég ætlaði að gera þetta ég gerði þetta og ég endaði í raun svona þannig að þetta er svona mjög þetta er bara byrjun, miðja og endir þetta er bara svona saga þessa verkefni hjá ykkur sem er í þessu skýrslu ég mun gefa ykkur svona bara mjög einfalt template fyrir það og svo það er ennþá þarna valkvæmt ég er svona eiginlega spáðið að hafa ekki valkvæmt en þið getið alltaf sagt hei ég vill ekki kynna og þá þurfið þau að koma til mín ég ætla ekki að gera svo ég hef gert það er opt-in ég ætla að gera opt-out núna en þið þurfið ekki að kynna en ég gerir ráð fyrir allir kynni mega sens og það er mjög skemmtilegt það er bara uppáhaldsparturinn minn af kennslu seinustu ár hefur verið að fá bara að heyra alls konar hugmyndir, pælingar, tilraunir og bara sem fólk hefur verið að gera allt frá því að búa til grunna einhverjum tölvuleikjum vinna í Rust með vefforritun vinna einhverja grafík búa til svona vef fyrir ykkur sjálf svona CV vefi sem að þið getið síðan nota þegar þið fara að leita ykkur vinnu gera vef fyrir áhugamálun ykkar gera, það var einn sem að er að vinna hjá Sín og er með sjá körfubolta útsendingunar og hann var að forrita on screen þar sem að kemur hei þessi skoraði og hann er með svona mikið frákvæðust og þetta er allt skrifað því að það er bara vef tækni sem að gera það og hann bara nýtti tækifæri og var að gera það og mjög áhugavert aldrei dottið í huga að það væri vef tækni þar en þetta er út allt þannig að ég ætla að fara betur við þetta í næstu viku og þið hafið í raun allt misseri til þess að vinna í þessu svo eru seinustu 2 vikurnar eru bara teknar undir kynningar og svona fíniseringar og klára hópverkefni 2 þannig að þið hafið núna alveg rosalega langan tíma til þess að spá í og spökulera ég mun setja þess verkefnin inn á Canvas þið skilið inn á Canvas alveg eins og vefforritun 1 og öllum einhverjum verður skilað inn í Canvas þið getið sett athugasemdir þar dæmitímakennarnir munu setja athugasemdir þar sem að eru með bara nánu niðurbroti á einhverjunni út frá díteilum rúbrik sem ég er með sem er byggður á þessum almenna rúbrik sem ég seti í verkefnin og svo ef að það er eitthvað þá hafið samband við dæmitímakennarana ekki gera eitthvað Canvas af því að það er ekki notification þegar maður svarar athugasendum í Canvas þannig að setja Canvas athugasend og segja svo hei ég var að setja þarna eða bara tala við eða heyri í mér en svarið mitt er alltaf ef það er eitthvað ósátt við einhvern eða yfirferð og þið komið til mín það er alltaf talið við dæmitímakennarann ég fór ekki yfir verkefnið ykkar nema einstaklingsverkefnin ég fer yfir þau öll og svo bara þetta lesa leiðbeiningarnar og skilja öllu því sem beðið það er ekki alltaf eins í öllum verkefnum þannig ekki gera ráð fyrir því lesið alltaf alla verkefnalýsinguna þetta er 6 eininga áfangi og samkvæmt bara ECTS skilgreiningunni þá getið þið gert ráð fyrir það að þetta er svona 150 klukkustundir í vinnu fyrir þessar 14 vikur sem við erum mynda saman þannig að þetta er 11 klukkustundir á viku þannig að gerið það sem þið viljið við þær upplýsingar en það er það sem ég gerir ráð fyrir að þið setja í þetta þannig að það er bæði ef þið eru að setja minna munið þið þá uppskera eins og þið ykkur þráir eða ykkur þið vonið og ef þið eru að setja miklu meira þá þurfum við líka kannski að balansa þetta út þannig að ef þið lendir í vandræðum og eru að sjá ég er að eða bara 30 tímum í þetta það er óeðlilegt og þá finnum við út úr því saman það heyrið í mér og saman líka bara með það ég er búin að vera í vandræði með þetta ég er bara búin að eða 20 tímum í þetta núna semstu 3 dögum heyrið frekar í mér þegar þið er búin að vera í 2 tíma að brasa við eitthvað það er ekkert leiðilegra en að vita bara eitthvað já ég veit nákvæmlega hvað þetta er og ég get listað fyrir þig á 3 mínútum en þið séu búin að vera að ströggla við eitthvað í marga klukktíma þannig að það er líka á ykkar ábyrgð að finna þetta Goldilocks zone sem er
hversu mikið ætla ég að læra af því að vera að velkjast í því sem að ég að gera versus bara að vita, herri, það komið gott, ég ætla að fá aðstoð við það. Almennt ekki leyfilegt að nota stór mállíkön til þess að leysa verkefnin fyrir ykkur, og almennt eingöngu leyfilegt að fá aðstoð sambærileg við þá sem dæmatímakennari myndi veita. Setti þetta inn í Vegfortun 1 í fyrra, og þar ég sýni ykkur á eftir, þar ég með bara, hei, þið megið nota þessu dæmatímakennara, en þetta náttúrulega, þau eru svo ótrúlega, þau leysa bara fyrir verkefnin ef þið setið inn verkefnilýsinguna, þannig að það þarf alltaf að vera eitthvað svona, hei, ekki leysa verkefnið, en hjálpaðu mér með þetta. Þannig að ég með dæmi það hvernig það getur farið fram. Síðan eru alveg partar af verkefnunum, þar sem ég alveg tilbúin til þess að eiga í samræði með að þetta alveg meikar alveg sens að nota verkfærin sem hefur verið að verða til. En ég vil bara ekki að þið komið inn og lærið ekki neitt nema það að taka verkefnalýsingar, fýtar inn í eitthvað og taka og laga það síðan aðeins til og skila því. Þá lærið ekki neitt. En aftur, ef þið viljið gera það þannig og reyna að útmá öll merkjum það að þetta hafi verið skrifað af Claude eða Canvas, af Chat eða Gemini eða einhverju, þá bara you do you, sko. Ég ekki til þess að þið eruð ekki að fara að gera neinum óleiknum einhver sjálfum. En hins vegar, ef þið eru til dæmis í hópverkefni 1, þar eru að fara að gera rosalega mikið á svona grunntvörk. Við erum að fara að ákveða hvernig við ætlum að setja upp verkefni og svo þurfum við bara að gera rosalega mikið af því. Þetta er svona svolítið eins og að móka skurð. Ég dreif út hvað að fara að móka og svo þurfum við bara að taka skófluna. Og það ekkert sérstaklega gaman að vera bara eitthvað að skrifa vefþjónustur aftur, sama og vera svo debugga eitthvað sem erfitt. Og þá getur svona tól hjálpa mjög mikið. Og þá megi alveg, og ég ætla bara að hafa það í huga og ræða það nánar þegar að því kemur, að þið geti bara sagt, hei, við byggum þetta til og svo byggum við til þetta prompt sem við notum síðan til að fá þetta út og svo verifæðum við það svona og svo kódirum við það svona. Þannig að þið eru að sýna ábyrga notkun á þessu og að þið séu að nota þetta sem aðstoð til þess að spara ykkur vinnu sem þið skiljið, en bara þið þurfið ekki að vinna sjálf. Er það þá bara eitthvað sérkafli í skýrslu? Já, og þá það alltaf mjög gott að fá, chat-transkriptið ef þetta eitthvað mikið, en svo getið líka verið að nota eitthvað, eins og í bara Visual Studio Code alltaf núna bara eitthvað, notið Copilot, og þá erfitt að fá eitthvað svona shareable dót, en þá getið bara sagt, hei, við notum þetta, en við teljum að við höfum notað þetta á ábyrgan hátt sem fellur undir það sem í verkefnalýsingu. Og ég alveg tilbúin líka til að taka bara umræðan það að ykkur finnst að þið ættu að geta notað þetta meira. En mitt leiðarljós í þessu þetta eru tól, ég vil hjálpa ykkur að læra að nota það á ábyrgan hátt, en fyrst og fremst vil ég hjálpa ykkur að læra vefforritun. Og þið lærið ekki vefforritun með því að láta eitthvað tól gera hana fyrir ykkur. Þið þurfa að skilja hugtökin og þið þurfa að skilja hvað þið eru að gera. Mega sens. Ekkert miðmærispróf, ekkert lokapróf. Lokaverkunin sem sagt 115% í boði og hámarkseinkunni 10. Þannig að þið getið taktískt sleppt einu minnaverkefni og reynt að vinna það upp í einstaklingsverkefni. Ég leyfði það í fyrra og ég hugsa að ég leyfi það aftur núna. Ef þið eru með alveg mjög ambitious hugmyndum einstaklingsverkefni, þá er ég alveg tilbúin til að fara í eitthvað svona einhver díalóg það að þið sleppið þessu verkefni og setið í staðinn það effort í einstaklingsverkefnið. Þannig ef þið sjáðu bara eitthvað, ég er með geggjað hugmynd, mér finnst það frábær vettvangur til þess að geta unnið í því sem ég er búin langað að gera lengi, en ég held að það sé alveg 80 klukkutímar að vinnu. Er í lagi að ég geri það og sleppi þessu og þessu. Og þá bara eigum við það, og það yfirleitt eitthvað sem við þurfum bara að eiga í samræðum. Þannig að þið vitið að því, en aftur ég mun fara yfir það þegar nær dregur svona stærri verkefnum. En til að byrja með þá gerir ég ráð fyrir því að þið vinnið fyrstu 2 verkefnin bara og gerir það þegar það er bara fyrsta verkefni sérstaklega þegar það er bara koma okkur á stað og mæting, engin skild mæting, þið eru fullorðin, þið gera það sem þið viljið, ég bara er með ákveðin struktúr og er búin að lýsa honum svona nokkuð vel að ég tel og þið bara mátið þetta og gerið það sem að þið telið best fyrir ykkur. Þannig að
2 mínútur í pásu, nota þær í spurningar, einhverjar spurningar. Þú sagðir að listu setja mjög Já, ég vona það, einmitt það, því að fyrstu árin þá var þetta bara taka það spurningarnar og setja beint inn svo ég myndi gera þetta betur næsta ári. Þið getið ekki komið með eitthvað nýtt, hver með eitthvað? Geturðu sett YouTube-slóðina á GitHub? Já. Á Canva? Já, ég ætlaði að gera það. Ég ætlaði að setja YouTube-slóðina, bæði ég með gömlu, ég var bara ekki búinn að búa til playlistan, ég fattaði það bara að þetta er á checklistanu mínu. Ok, herru, tökum þá svona, 6 mínútur í pásu, svo byrja ég bara aftur og þið komið bara inn eins og þið viljið. Þannig að byrjum aftur 45.